Andrés Magnússon, gjörðu svo vel. Kæru félagar og sérstaklega formaður. Það að mörg að taka en mér langar sérstaklega að ræða þjóðarfrumkvæði. Allir sem ég tala við, þeim finnst rosalega gaman að það eigi að auka sem sé áhrifamátt almennings og vilja það mjög gjarnan. Þannig að ég held að það hljóta að vera útgangspunkturinn. Það þarf allavega að samfæra það sé verra að hafa meira beint lýðræði heldur en hitt, vegna þess að það er það sem að flestir sem ég tala allavega við óska. Og við erum sem sé að tala þjóðarfrumkvæði, við erum að tala beint lýðræði, ekki gegnum þingið. En eins og þetta stendur núna, þá þetta er ekkert beint lýðræði, þetta á bara að fara í gegnum þingið. Þjóðin getur óskað þess að þetta fari í gegnum þingið. Ég vek athygli á því að þetta gengur skemur heldur en tillögur stjórnlaganefndar. En þar segir niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar er bindandi þegar hún fjallar gildi tiltekinna laga. En við ætlum ekki að hafa þetta bindandi hérna í nefnd sem ég er í. Þetta bara geta vinsanlegast farið fram á að þið veit þessu þinglega meðferð. Takið eftir því það er ekki verið að biðja atkvæðagreiðslu, aðeins þinglega meðferð. Og eins og Katrín Fjeldsted, hún tók gott dæmi. Hvað til dæmis mál sem að ekki hefur verið samþykkt, heldur hefur verið fellt eða svæft í nefnd? Er ekki mikilvægt að geta brugðist við því? Jú, ef þjóðin safnar þá með sveitanskallan fjölda að undirskrifta, þá er hægt að beita þessu svæfiða máli, beina því aftur til þingsins og biðja þeim þinglega meðferð og þá geta þeir aftur svæfta í þing og meðhöndla það nákvæmlega eins og það var meðhöndla síðast. Af því þetta höfum við rætt, að þetta getur þýtt svæft í nefnd, þetta getur þýtt fellt í nefnd. Þannig að hér er sem sé beint lýðræði öfugmæli. Þetta er ekki það. Það er verið að biðja þinglega meðferð, það er verið að biðja þetta er fulltrúaræði en ekki beint lýðræði. Og já. Ef við mátum eitt mál í þessu, til dæmis kvótan, ef eiginlega öll þjóðin var á móti kvótanum, en það væri sterk stjórn sem vildi hafa hann, og hún myndi ekki byrja upp nein mál þetta, og þá væri, eins og í samkvæmt fyrri greininni, þá mætti þjóðin ekki fara fram á þjóðaratkvæðagreiðslu nema að málið hafi verið samþykkt. En þú bara svæfir all málið nefnd og svo framvegis. Og þannig að þú getur ekki beitt í þar. Þú getur heldur ekki beitt í hér, þú getur bara beðið að þetta mál verið tekið fyrir Alþingi og þá er það væntanlega svæft í þeim nefndum sem meirihlutin hefur. Þannig að ég sé ekki að þetta standi undir þeim væntingum sem við höfðum. Og sem sé ítreka að þetta er beiðni að fulltrúalýðræði tækja máli til meðferðar, þar með talið svæfaði nefnd eða vill. Þetta er ekki beint lýðræði að mínu mati. Takk fyrir.